Inuuyor avannamut sanalitsinnet aallartippoq isiginnaarluarisi. Islaanimi aputipsisoornerani orpiit uppikaasimanerat takusaqarfigissavaqput. Kristennillu savaatilik savaatimi neqaanik tuniniasalersimanerat takusaqarfigissallutigu. Asianni ujakkaarluni sisuartartut peqatigiffiat ASP alakkarparput. Asianni asivilerinerit piareersarlugit 70-sikkut naalersut igerlanneqartarsimavoq. Manna asianni asiviksualfiars filmiliarineqarnera takoriartigu. Asivik 76-simi aallartittor 77-simi qullissan pineranuttor peqqutaavu tassani pisimasut tassavi inuppassuinnuutitaanerat tita imaannaangittuumman taavalu ullumikku taama uqaatiisaarpapput namminersorneq ingerlanniarlutigu eqqaamasaarpappu qoluttorasaane qanerittuusoq siunissamut alloriarniarutta aama ilisimalluinnartaaqarpapput qanga pisimasut imaat kingulitsinnu taama qoluttorassallut aqqaluklunga Danmarkimi ilinniartuutilluni politikkimi immikkut soqutigisimavaa qullissat matuniarneqarnerat taamaatillune qullissat matuneqarnerat 1972-simi ааллакаати тассиарисимаваат Danmarkimi filmideortartut peqatigatugit 1972-simi assilisa PKGB Tadjørnsen Peter Saxen der var uanga imaat tässä qullisat matuneqaliivissut 72-simi juulimi filmideoratta tanna assilisaau nangitsingisaanillu aasivik 77 immiussimallugu pingaartissimavaa 1977-simi taava matu ukiutallimat matuqqaaersimasoq taamatut inupassuit naapinnerminni imaat tanna qullissani qullissallu nunaalianaattorsuaq aammalu pisimasoqarfiuqqisoq taanna allaavigaluila nutaami kanersaaqarluni pilersitsine qanerikkumaarners taanna filmimi imaat soqutiisimaarpu saqqummersis De der trommedansere fra Østgrønland og forskellige andre ting, og alle de musikere, der var. Vi optog også vi lavede faktisk en plade samtidig. Vi optog alle de musikere, der var uden for vores hus, som så senere blev udgivet på Demos med en stor dobbelt-LP, ikke? Nuna alianaannera aammalu soonalimi immaattu akkerliussut simut tungassutiqartut soorlu qullissat taalliariua kaaspa soorlu ila immaat matuneqarneranut eqqaasissat qanerittuusu taalla immaat qiviaraanni paasinartupilussuit kisian tassanuannerneruput makkuanuannernerusut piniartuunermu tungasut inunnutungasu inuusuttuutungasut ila aammalu pingortitamu tungasut kaaspakkut falilu ima tulleerilluta pingasuulluta ernarsorluinuannerisaatiit makkulingi imaqarnerupput taamaneqajaqtorneq inngernneq ullorsiutaajunnaarsimasut aamma aasivimmi takutinneqarput taamaatilluni taamanimiilli kalaallit ileqqutoqaat siammarterlutik ingerlateqqinneqalersimallutik aasivittoqartarneranilu naggueqatittaqanillinerusimanerat aamma pitersimavoq naggueqati inuit eqeriartulerput imminnullu ilisaaqatigilerlutik tas paasiuarpullumaani haatertuusintiinnaanat kisian hunnuartertuusinnerluit ila nularsuuttamaat tassami issittumi naggueqatigi inuit naioqartuus
тамаккууппу таама аасивиаққутигалу има эққерсааттаасут илуақутаасут инуит наапиннэрминни эққаттунгассаа намбинеқ калааллит оқалуттуарасаанерат кутсоориккуллу амма има имминно qaffассарсиманерат аасивиуп аққусиссиуссамава аннерторуссуарми аасивигуна таан оқалуттуаарусуллугу инуусуттут таамаликкут укиу форма тамасиорна қалу илунгерсорсиматсигисут ааммалу оқаатигисаақарлутигу ангусат уллумиккут нуаннаарутиссат илагиммассук тааматут укиорпаалуссуи писоқартарсамангиккалуарпи иммаа инуит демократиимут оқаттуссаақатаанермут илаанерат сули акуннатторуйссуусимасиннаагалуарп уауллумикку оқартаақаратта калааллануккуа пуусиккикку эқингасооруйссу Uffissani tikippu danske kunsa qammartorpu yarlu issinneraa sorutiinami isigu alu unyarlu qaarsuliarlu maannat danske taallararpu suarita sulisit qaarusummi tilaappu nuuni unissani sulikissarpu taannamisi Það þykir tíðindum sæta þegar snjóflóð falla í Skagafirði en á nýársdag uppgötuðu skógarbændur á bænum Silfrastöðum í mynni Norðurárdals að snjóflóð hafði rutt niður og brotið 1000 tré, flest þeirra 6 metra há og 25 ára gömul. Það nú hálf vandralegt og viðurkenna að ég veit ekkert alveg hvernig það gerist en það gerist allavega mjög mikið snjóaveður hjá okkur í lok november, hvasst og mikið úrkoma og allt gjörsamlega ófært hérna og fjallið stútfullt af snjór, sérstaklega í skóginum sem dregur til sín, það skefur ekkert í burtu svo það var allt gjörsamlega í kafi. Við vorum dag og mók okkur hérna út en við vorum ekkert að pæla neitt meiri það, við vorum dott upptekin í jólatrévertíðin og vorum hérna mikið út fram í fjall og höggva jólatré til sölu. Og ég tók einmitt eftir því að það var farið snjóflóði fullt af giljum hérna framfrá sko, sem bara mjög úvennulegt hér, út að hér er yfirleitt svo snjóleitt. En svo var bara við tilvíluð að við fórum í nýársganga hérna uppi skói hérna bak við hús og tók eftir að það vantaði svona hálfur hektara með skóg og allt í einu. Silfrastaðaskógur nær yfir 400 hektara svæði og ekki færri en 1.000.000 tré hafa verið gróðusett þar, mest lerki á síðustu 25 árum. Sko þetta er sem sagt eignin í okkur er svona tæp 10 kilometra langur og mest bara fjall og eina brattra hlið hérðan frá Bólugil alveg inn á Kotagil og við erum búin að gróðusetja í það mest megni alls saman svona upp í tæp 400 metra hæð. Og er það þá mest lerki? Það er mest lerki sem tegunir sem tolla besti svona rýru landi og bindur í jarðvegi. Jóhann segist ekki vita mörg dæmi þess að snjóflóð falli í skóglendi hér á landi en minnist þó snjóflóðsins sem náði að taka með sér skó, Þórðarstaðaskó í Fnjóskadal fyrir tæpum 4 árum. Þetta bara verulega óvart þannig, þetta er ekkert svo við byggum við hérna sko að það myndi fara snjóflóð, innsveit Skagafjarðar. Það er ekki þekkt snjóflóðasvæði allavega? Nei, alls ekki, en auðvitað hérna fyrir ofan okkur eru 600-700 metra brekkur snarbrattir, svo við erum svona frekar og bíðum eftir aurskriður eða grjótskriður og grjótrun sem sögulega hefur farið að stað oft hérna í Norðurárdalnum. Sérstaklega bara forvinnilegt að sjá afleið í þessu og þetta var skógur sem var gróðsett sennilega í 95 tæp held ég á rúmlega 6-8 metra hár og svæðið er svona tæp kannski 300 metra langt upp og niður hlíðin og svona cirka bara 50 metra breytt, svona kannski að meðaltölu, en ég mælti þetta út í tæp halvur hektari. Og þetta eru þá svona rúm 1000 tré var þarna og núna er bara eins og skíðabrekku. Það er allt horfið og það er bara, maður segir, einhverju greinar og einhverju tannstönglar sem liggur í snjónum.
En þess að forvinnilegt að sjá þetta út að flóðið fór að staða á, þetta ekkert svona áberandi gil fyrir ofan og kannski ekki staðið sem ég myndi hafa svona mesta vonir að myndi fara flóð. En það hefur sennilega bara lítil spía farið að stað og rífið með sér meira snjóraleið niður og á svæði þar sem var engin tré og náðu einhverju ofsa hraði þarna niður og við kannski tala að snjórin fer niður í 200 km pluss hraði með opbóðslega afl og örugglega einhverju bara tristing að framan líka, bara vindur sko, sem bara blæst þetta hvolf og rífur það með sér niður sko. Og þess að kemur grjót og alls konar drasl með flóði niður sem hjálpa til að brjóta þetta. Óttist eitthvað að snjóflóð gæti farið á húsið? Það alveg ljóst að eftir var ekki fyrir skóginn sem flóðið fór í, svo myndi flóðið fara miklu lengur niður. En þannig að húsið okkar staðsett þannig að það ekkert undir hæsta fjallið. Það það sem við kallum stallinn sem svona lerraklettir hérna bein fyrir ofan okkur og það fer ekkert úr þeim sko. Það fer úr stóra fjallinu eftir myndi fara flóð. En ég menn það ekkert stóra hættan hér heldur frekar grjót, hrun og skriður, jarðskriður frekar en snjóflóð. Veistu til þess að það hafi fallið grjót skriður hérna? Já, það vandar víst allavega eina tröppu hérna á húsinu sko. Það hefur farið skriðið hérna alveg heim og jarða eitt sett af tröppum hérna fyrir utan húsið og þess að mann bara sér hvernig það svona grjótryggir hérna allstaðar í kringum okkur sem þess að bara komið úr fjallinu. Skógrækt hófst á Silfrastöðum árið 1991 þegar Jóhannes Jóhannsson, faðir Hrefnu og tengdafaðir Jóhanns, sneri sér alfarið að skógrækt. Hann og Þóra kona hans hafa síðan þá gróðursett liðlega 1 milljón tré. Landslagið hefur breyst í áranna rás og skógurinn skapað skjól fyrir annan gróður en ekki síst hefur fuglalíf aukist verulega. Íðan fuglalíf hérna á álskólasfuglum sem hefur kannski ekki sest hérna mikið. Rjúpustofnun hefur fjölgað mikið. Ránfuglastofnun hefur fjölgað mikið líka. Hvað helst? Að ránfuglum? Mikið af ugla. Og auðvitað mikið af mís og smáfuglum sem góður matur fyrir uglunum og mikið á smyrli. Það eitt og annað sem leynist í skóginum á Silfrastöðum? Já, hér ýmislegt sko. En þó hlutverk skógarins sé margþætt fyrir náttúruna, þá skógræktin stundu með timburframleiðslu í huga. Það því ekki hægt annað en að slá á hvert fjárhagslegt tjón Man getur þess að rekna þetta allavega, þetta tímatapið eða versta, en við rektum alltaf að stofnkostnaði við skógrækt svona tæp 200.000 kall að hektara. Svo stofnkostnaði á halvu hektara svæði 100.000 kall, en svo þess að búin að bíða í 25 ár, þú verður að rekna það fram líka. Og ég meina, þegar það komið að loka högg á svoleiðis reit eins og þetta sem þetta var alveg sæmilegur skógur það kannski með 200 rúmmetra á hektaran og þetta þá 100 rúmmetra sem glataðist þarna í reitin sko, sem bara eftir hvað timburverðið myndi vera en þetta svona kannski ykkur milljón kall sem þetta myndi skila eftir einhverju 35 ár til viðbótar. En á skógræktin framtíðina fyrir sér? Framtíð skógarbóna, það bara ægilega bjart. Ég meina þetta bara vex meðan mann sefur. Frekar svona ágætis leti líf. Þannig eftir þetta komin í jörð. En nei, auðvitað stendur til og hirða þetta alls saman. Það þarf að grísja, það þarf að fjarlægja ljótatréð. Og sumstaðar hefur þessar gróðursetningar misheppnast. Man hefur kannski notað vitlaust-tegun, en þetta hefur lent í eitthvað áfall. Frost eða skordýr eða einhverju sjúkdómar og maður þarf að endurplanta. Svo við höldum áfram að planta þótt fyrir landið búið svona formlega séð. Svo erum við að planta kannski 15-20.000 á ári. ASB hujakkaarlatikisisoqartartupeqatigiffiat hiannuaripsassituiviani 1970 aallartinneqarsimavor ukiullu ingerlaneranni meeqqani utoqqarnut ilaasortarpassuit peqataasarsimapput ukiormanna aasiannisisoqartartupeqatigiffiat ukiut suafoorut angusimalerpai
ukiorlu naallugu ASB aasianni sammisaqartitsisarpoq aasaanerani arpannarnik timersortarfiullu ammanerani timikkut nukittorsarnaq meeqqani utoqqarnut ingerlannaqartarluni maanna ASB pilaasortai hunneruisinneqalaarput ASB psyyulittaasua Hans Rafaelsen 1973 ASB psyyulersuisuini suteqataasalersimasoq oqaloqatigivara amma malunginiarpara illuuteqarpusit taavalu aasiat maniinnarluungam qeqertaarlunilu ingerlaffissaaruyoqarluni aqqutiliortoqartarpu maskiinnaqarpusi qannu tamakku ingerlanneqartarpa apinerani aqutissat suussanersut ukiunikingullerni ugonsiilersuusun aaliangersortarpun nimaluunni isimanittuusunga aaliangersuusarpun aqutissukkuussanersut apulluamma qanuannertutigisu aallaavингалугу aqutissuliarasarpun soormassakkut manipajaanginnartuu takinerpaalluni 3,5 kilometri proarami itakinningussoo upernassamulluamma imma talleqqikkumaarluni maannalu ukiunera aallarnerlugu unammiuarnerit kuppit aallartissimaterput nalinginnaau aalaakkaallunilu fiassit imaluun nunneruuttungaannut maan unamminerm peqataasartassameeqqaningaani utoqqarm peqataasarami aamma innorluutil aammaan peqataasarput kikutaamarmik ASB luun tikilluaqqusaappu aamma nunannu allanu unammiartittisarqusinnunatsin hilu ila amerlaqaa nunatikinneqartuaamma taakkunugu unammiartitsinissanu piaarsarnerannertusarput soorsiulersuisut piaarsaasiortarput immikkoortorteelu aqutsoqarpit kisaluam angajoqqaat suleqataalluartarput assersuutelu kiormanna qalluma pissartangornernu peqataatitsiartornissatsinnut tassani siulersuisut suleqataappu taagu taassuma saniatingu immikkoortuni ASB luani suliaqartut soor orinnerniartussat taakkuaam suliaqarpu taamaalluni pilersinneqarsinnaangorluni qalluma pissartangornernu meeqqat inusuttuaqqallu angaatinneqernissa ASB-llu ingerlanerani angajoqqaat ikiulluartarput maannalu anigaasanik unammiartortoqarnissaannut katersileruttorput ассигингитторпаруйус тунениаасарпугу соорлу каангит поолут сиит каффит какаавит пулсит ипилискиивит тамаккуунарус суппит януарнааниссаата тунгаанут меэккат ангиннерит ноогимут унаммиарнissaa катерсуиниуппа атортарпаат сооркииммериалераангамик кииммими тақуарисарпаа филмериартарпут апеққутааллути унаммиарфиани суну писассақартитсинерс игиттаккана тунгилагу соормаккунинга атортаратта соортакусиннаавусааюк тунутсинни алла эрруикпут нерривиа эррунгассат писиниартитсиллута тестааматута перусаартарпу Jortis Christiansen ster meeraallunili ASB mi ujakkaarluni sisoqartartuuvoq maannalu nunarsuarmi ujakkaarluni unammiuarnerit sakkortunersaasa ilaannut sesimiuni ingerlanneqartartumut Arctic Circle Raceimut peqataasamarluni sungiusaleruttorpoq аққусиникку такисуумиарпаллунга стиакертарлунга хаалими ангерларсимаффиннилуанни қангали микиллунгали асиареруситтаруйусарникуунгама амма 2014-ними керлусаарми сисимиуну писунникоориарама 160-70 километримисаани исоқартутингис та асиари мисиликкусуккингаама Timersortarfimmitu meeqqani utoqqarnut timikkut nukkassarluni eqaarsaartoqartarpoq kikku tamarmik peqataaffigisinnaassaannik таматигут aquiallalluta aittassuaq qumma pissittassuu imaangittu taamadiussangilun kunga Bjergport 3 2 1 op atartspusi timittanuki sunguisartarpugun timersornissatsinnut атаарнери малун аллаа саммисааригалуурутсугулун тимитнуки сугусартааяқартаратсин таматсигут таамалиунгиккутта питтаанерусумингерсинаангиннат аап униппуут бихаяқарторюссуу тимерсортартуссаган сумиллуунни нукитторсартарнис уани оқимааттуни аллана туината тимит оқимассусианнерусума торлуунукитторсар нуаннартарторюу
Peqatingerqattariarat kaammattoqatigiillutalu ассорсуанава насаартарпу укиунераниlu ASB сисораатиник уяккаарутиник киккунну таманут атортитсисарпут тас нугутсарпугун фо халсристугаануа таавтаатеқарпугун исиан таамаат тассақ упернасса укиукинулли туллеримарлу нугуттуортарпугун атунгассани ASB ми уяккаарлутик сисорартартут унамминарни аама ангусариссаарлуартарпут асиаммиут атаарнэрму соқутингисақарлуартууппут ааммалу пиккоруффартитерпу арталиссуит аамман мангаани асианниааллаавиллут нуарсаарм писсартангорниуннэрнут уиллимуллу илаасарту артариппут асианниааллаавеқарник соорлукиорманнаам мартиннулер илаассоо ааммаани нераатигиникуарпут таавалу аама уилли укиуник нуллерни ангунеққаттаарту тааккуа мангаани ааллаавеқарту ангусарникуа аама скискууннингимуаами пеқатаасоқартарникуу таасума саниатсигут мастers ветеран VM укуа утоққасаат уқатингнаартартуу пилламмаат утоққасаангорсимасу аама вииммертарнерани мангаанерсунаами милаасуартарпу укиорпассуарни Kristín sauðfjárbóndi á Ytra-Hólmi í Hvalfjarðarsveit og eru þau hjónin með 600 ær. Fyrir nokkrum árum tók Kristín ákvörðun að fullvinna ærkjötið sitt og selja það sjálf. Kristín, þið sauðfjárbændurnir, eða þú sauðfjárbóndin, ferð fyrir einhverjum árum síðan að nýta betur afurðirnar ykkar. Mér langar svolítið að þú segir mér frá því ferli, af hverju ferðu á stað og með hvað hætti? Já, ég byrja náttúrulega að fara á stað fyrir mörgum árum síðan að ég fór að gefa í svona prívat gjafir, direkt hangikjöt og þá kannski bara heilt læri eða eitthvað líka sko. Og grafin erfða, mér fannst þetta mjög spennandi viðfangsefni og vinkonum mína fengu stundum svona. Já, þannig að þetta voru svona tækifærisgjafir fyrir þér, svona hitt handverk. Þetta var svona upphafið og mér langaði alltaf að fara út úr rammanum og gera meira. Og það eiginlega ekki fyrir að dóttir mín fer þarna í bændaskólanum og gera eitthvað verkefni og kemur með einhverju ægilegar arðsemistölur að ég hugsa að já, ok, við skulum bara fara í þetta. Hvað hefur verið að vinna svona fyrst og fremst? Er það ærkjötið allt saman? Fyrst og fremst er ærkjötið og svo stóð ég fram fyrir því ég var að láta tvíreikja fyrir mig lærin og ég gróf alla hryggi og þá stóð ég fram fyrir því hvað ég ætlaði að gera við frampartinn, afganginn af kindinni. Og ég reyndi að selja hakk, ég reyndi að koma því inn á fólkið, það gekk nú ekki neitt, það vildi ekki bara kindahakk, eða ærhakk sem ég segi. Og þannig ég fór að búa til bjúgu. Já, úr hakkinu. Úr hakkinu. Og það bara virðist vera að virka. Þannig að þá ertu komin með hlutverk fyrir allan skrokkinn sem þú framleiðir úr. Já. Og þú ert þá að grafa og reykja. Já, og bjúgnagerð. Nú finnst mér sko framparturinn líka að vera mjög miskilið kjöt. Þá skal ég segja ótrúlega skondna sögu. Í síðustu viku þá komu til landsins nokkru Rússar. Enga þóttu tilhægandi. Og þá sendur nokkrum dögum undan þeim Michelin kokkur frá Færeyjum. Hann kom til mín, fekk að velja sér kjöt og ég var með bara tilbúið lambakjöt. Taldi nú það, hann ítti á hann hryggnum og lærinu og svona. Nei, hann tók frampart. Já, maður sko. Hann steikti það, sögði mér, hann eldaði þetta hérna í kaupfélagi í þessa kappa. Og hann steikti það í 8 eða 9 tíma í einhverju kryddsoði og lét strákana, kokkana sem voru aðstoða hann í kaupfélagi, hann lét að taka sko, hann vildi ekki framhrygginn. Hvað, nú ertu búin að taka líka skrefið alveg ennþá lengra. Þú ert komið með búð. Já. Ert að opna kjötvinnslu bráðum alveg. Já. Getur þá unnið þetta alveg heima. Já. Og segðu mér aðeins frá búðinni og viðbröðunum sem varst að fá. Það er náttúrulega sko, ég er svona eina af þessum seinheppnu manneskjum sko. Eða réttar að sagt að gera hlutina helst á síðustu stundu. Að ég mætti niður á pósti og ætlaði að setja í auglýsingu á þriðjudags, fyrir hádegi á þriðjudegi sko. Eldsnemma sko, bankaði upp alveg. Og svo þegar hann segði mér, já, svo prófarka lestu þetta bara föstudaginn. Ég alveg, þetta var búið að bera þetta út þá. En þá þurfti ég að vera mánudegi, þannig að sko auglýsingin kom viku seinna en ég opnaði. Og
Ég fekk samt, sko, ég opnaði þarna á laugardeginum 14. Af því ég hefði sett að ég var blað, ég ætla að opna þá, þannig að ég var að standa við það. Og ég fekk bara frábæra viðtökur og enn og betur en síðustu helgi, þá var auglýsingin mín komin. Já, fannst þið mun það að láta fólk vita? Já. Það munaði það. Hvernig finnst þér að hafandi verið sauðfjárbóndi alla tíð, það ekki bara, og fara svo út í svona fullvinnslu og mæta neytendunum? Þú tilfinning? Heyrðu, ég svolítið kvíðin fyrir þessu. Þú veist, jú, ég er búin að vera sauðfjárbóndi alla tíð, ég vann reyndar lengi út á dvalarinn með Höfða og ég vann á vöktum minni í Álveri, þannig að maður er búin að gera ýmislegt, sko. En svo að fara að standa svona og horfa fram fyrir fólk og það tók mér svona smá tíma að venjast í, en mér finnst það óbúslega gaman. Óbúslega gaman þetta spjall við fólkið við borðið og það, mér finnst það æðislegt. Fólk vilji fá upplýsingarnar uppruna. Já, og þú veist, og hvað maður verður var við þangaganginn í umhverfinu, í þjóðfélaginu. Þú veist, ég fór á handverkshátíðina að Hrafnagili í haust eða í ágúst og þá var akkurat nýbúið að birta verðskrána fyrir sauðfjárbændur. Þá ætti ég að tala við fullt af fólki sem voru ekki bændur sem var bara, hvað er verið að gera við ykkur, sko? Frábært að þú sést þetta, þú veist, já, margir sem ég ætla sko bara að kaupa kjöt beint á bónda, ég ætla ekki að vera að standa í þessu, það er bara að vera illa með ykkur og eitthvað svona, maður alveg bara, maður fikk svona alveg bara byr með sér, sko. Já, gaman að heyra. Excel-skjalið, tókst þér að svona nokkurn veginn hefur þið tekist að mæta því, Excel-skjalinu hjá dóttiðinni og verkefninu? Þannig að þetta er aukinn arður fyrir bændur, en þetta hlýtur að vera mikil vinna. Ég segi stundum sko, jú, auðvitað þetta er hellingsvinna, það er líka vinna að stimplað inn klukkan 8 einhvers staðar og heim aftur klukkan 4. En fyrir utan það að ég get aðeins tekt tímann, sko. Ég er oft í svo kvöldin. Þú veist, og það er náttúrulega dásanlegt að ég er komið þetta heim að geta hoppað út í tíma. Bara þegar þetta í hug. Ja, þegar þú komið þetta á jörðina. Tamakkuuput ullumikkuttakutissinnaassagut tulliani 18. februar sapaammi ааллакаатитсеққилерутта исигиннаарлуарisi ajunginniarisilu.